Jæja, þá erum við komið hérna með BMW i4. Þessi bíl, hann smíðaður í Þýskalandi, nánar tiltekið í München. Og hann heitir BMW. Þessi bíl, hann byggður á BMW 4 línunni, eða Touring línunni. Hann rennilegur þessi bíl, hann óðbóðslega fallegur. Og hann sportlegur. Enda þessi bíl til í sportútfærslu hjá BL. M50 kallaður, sportpakki. Og sá bíl hvorki meira en 544 hestöfl. Og hann að toga eitthvað 790 Nm. Þessi bíl hérna, hann hins vegar 40 gerðin. Og sá bíl með 340 hestafla mótor. Hann afturdrifinn. M-típan með 2 mótora og því aldrifinn. Togið í þessum 430 Nm. Sem þýðir að þessi bíl hann ansi snarpur. Og það sem meira það rosalega gott að keyra hann. Það alveg svo sérst að keyra bíl með brunavél. Okkur hefur orðið tíðrætt þessa hönnun hérna framan á BMW. Þetta eru kölluð nýru, þó að kannski hönnuðirnir hafa ekki hugsað þetta sem nýru, að þá kalla svona kidney look hérna meðal manna. Og hérna erum við komið með svona ramast look á þetta. Þetta mjög svipað og á bílnum með brunavélina. En það komið þetta litla hérna og þessi blái fílingur hérna. Þessi loftintök hérna setja mjög sterkan svip á þetta og það svona, eins og ég segi, það alveg sama hvað þú lítur á þennan bíl, hann mjög flottur. Þessar 18 tómu BMW felgur hérna, það gefa bílnum ansi fallegt look. Við sjáum að hann situr mjög neðarlega þessi bíl, en þetta náttúrulega, þetta byggt sem eiginlega sportbíl. Þetta svona fjölskyldu sportari. Hann gríðarlega sportlegur í akstri og maður finnur þegar maður ekur þessu að það eins og maður siti í. Þetta alveg BMW þó hann sé rafmagns. Nú rafdrifinn afturhleri hérna. Það þýðir ekkert annað, ég myndi aldrei fá með bíl nema hann sé með rafdrifnum afturhleri. Hérna inni bara alveg ágætis pláss. Þið sjáu hérna eins og þetta hérna. Við erum að tala svona geymsluhólf hérna. Hérna 12 volta tengi. Það þessi fína gúmmímotta hérna. Hér undir síðan hægt að geyma kapla, það talsverð geymsla hér, en þetta skott 470 lítrar og ef þú leggur niður sætin þá ertu komin í tæpa 1300 lítra. Það eru farmfestingar hérna. Þetta alvöru. Og teppin alltaf flott í bimmanum. Mann bara langar í svona. Jæja, þá maður komið hérna aftur í bimman. Svindlaði pingu í farðisætið aðeins framan. Frá því að ég satt í hérna uppbyttir. Það sko alveg flott hérna, það ljós undir sem lýsir niður á tærnar á mér. Flott maður þarf að busta skóna sína og maður fer á fundið eitthvað slíkt. En það sem kannski má helst nefna hérna, það mjög góð leðurlyktin hérna inni. Nú sætin hérna aftur í, þau eru mjög þægileg. Ég get ekki annað sagt. Þetta alveg bara fínt að sitja hérna. Þau eru mjög góðar setur, djúpar, Isofix fyrir barnabílstóluna. Þetta alltaf mjög smart á bimmanum. Hér erum við með USB-C 2 tengi og svo þetta stýra miðstöðinni hérna aftur í. Þetta náttúrulega, þetta vandað. Því ekki að neita. Allur frágangur hérna alveg meira áttur og til fyrirmyndar. Hérna getum við tekið niður. Ítt hérna sjáu þið. Það opnast fyrir hálft glas. Nei, það opnast fyrir, bæði. Þannig að glasaldrar þetta svolítið grunnt. Sem sagt, mjög gott pláss hérna. Hins vegar stokkur hérna í miðjunni. Og þá spyr maður þessi bíl, akkur stokkur? Þetta rafmagnsbíl, það þarf enga stokk. Það batteri hérna undir, það ekkert hérna, það ekkert drifskaft hérna á milli. Það vegna þess að þessi bíl, hann í rauninni byggður á bíl sem með brunavél. Bæði BMW og Mercedes, þeir nota grunnana sem þeir eiga til þess að búa til úr þeim rafmagnsbíla. Og það ein nálgun á sama viðfangsefninu. Tesla gerir þetta ekki. Tesla byggir á rafmagnspalli. Volkswagen byggir ID-línuna sína á rafmagnspalli líka. Þá erum við sest inn hérna í þennan glæsilega BMW i4.
Þetta bæði minnir mig á svolítið á Mercedes hérna. Þessi langi hérna skjár sem tæpar 15 tommur og svo ertu með 12,3 tommu skjá hérna fyrir fram aðeins sem bara mjög flottur. Þetta lítur vel út og maður þarf að íta á start hérna þess að fá bílinn upp og í gang. Nú þá birtist manni falleg sýn hér, beint fyrir fram á mann. Hérna sjáum við hleðslustöðuna og það klukka hérna og dagljósabúnaðurinn, hiti og svo hraði og rafmagnsnotkun. Hérna vinstra megin eru síðan ljósabúnaðurinn, svo hérna hraðastillirinn og fjarlægðin milli bíla fyrir skinnvata hraðastillirinn. Það allt hérna vinstra megin í stýrinu, svo ertu með síman og hljómkerfið hér. Hérna erum við með þetta BMW-kerfi iDrive sem alveg eldsnöggt. Þú veist, þessi skjár mjög fljótur. Sjáu ef maður smellir hérna á og þá hann svakalega fljótur að svara. Og ef við förum hérna heim aftur og ætlum kíkja kannski hérna á eins og útvarpsstillingarnar, þá mjög gott að eiga við það. Og hérna höfum við þennan snúningstakka hérna til þess að eiga við skjáinn þegar maður að keyra. Þetta þægilegt, þetta minnkar þörfina fyrir að fara með fingurnar á skjáinn. Margir bílaframleiðendur hafa verið að reyna að líkja sem mest eftir náttúrulega bara hefðbundnum bílum með rafmagnsbílunum og maður getur bara farið í Polestarinn og bensín líka til þess að marga af bensintípunum. Ég ekki að tala um e-bílinn, en hér hefur BMW tekist að búa til bíl sem alveg topp góður. Það æðislegt að keyra þetta. Það alveg svo sett að keyra hefðbundið BMW, en hann bara rafdrifinn með 100% rafmótor. Algjörlega frábær bíl. Það eina sem við Gulli kannski gætum fundið að þessi bíl talsvert dýrari í grunninn heldur en vel útbúinn Polestar og mun dýrari heldur en Tesla Model 3. Þannig að það kannski það eina. Og svo geturðu valið aukabúnað innan bíl alveg þangað til að veskið tómt, sko. Þannig lagað. Að því sögðu að þá verður engin svikin á að vera eigandi af þessum bíl. Skiptu